Ok, við erum hérna í félagstri í rauðri viðvörun á Zoom, rifið gamla takta. Vonandi voru þeir nú samt ekki, já þeir nú örgulega upplifað einhverja fjarkennslu þegar þeir voruð í blessuðu kóinu. En planið í dag er núna og smá svona uppsetning á Zoom og svona. Ég ætla að fara aðeins yfir verkefni 1 síðlausna sem ég er með. Svo er búin að safna nokkrum spurningum hérna. Og síðan tökum við okkur pásu svona eftir cirka 25 mínútur, hálftíma og hérna þá getið þið aftur, þá hætti ég upptöku, þá getið þið spurt spurninga og ég tek svona saman og hérna já, ég veit, ég er að vona að allt gangi upp hérna hjá mér í dag. Og svo ætlum við að fara yfir Express sem er námsefni sem var í seinustu viku, talað um HTTP og hérna yfirferð á dæmum og eitthvað. Síðan í seinasta slottinu þá ætlum við að fara yfir Postgres og renna yfir hópverkefni 1 og verkefni 2. Ég kannski tek verkefni 2 líka hérna eitthvað og þú veist, við byrjum eitthvað á því kannski af því núna erum við að detta inn í þess að nú er búið þessi rólegi tími og núna eru þið vonandi búin að skipuleggja einstaklingsverkefnið, búin að koma okkur á stað og búin að hrista okkur allt vefforritun á rykið og eru tilbúin í raun verkefni 2, 3, 4, 5 öll saman, hópverkefni 1 þarna á milli og nú kemur kúfurinn. Þannig að til þess að byrja með þá er hérna einstaklingsfyrri skil, ég ætla að fara hér og hérna erum við á Slack. Þið ættu að geta farið bara á verðin á webforritun.slack.com þessi hérna slóð og skráðu ykkur inn með H í netfangi og þá komist þarna inn og getið séð í raun þessa ráð hérna sem er nú ekkert búin að vera neitt súper eða svona mikið að vera og svo hérna er hóprás ef þið viljið í raun reyna að hópa saman í einhvern góðan hóp. En allavega þá erum við hérna í viku 4. Námsefni í seinustu viku var þetta HTTP Express, þannig að datt niður félagsstjóri vegna veikinda, en þeir eru þá bara vonandi búin að kíkja þessi yfir þetta og aðeins búin að skoða Express dæmin. En eins og við munum sjá núna eftir hvað Express er og ræða sem það, þá bara fyrir það. Núna í þessari viku erum við með cookies og session sem leiðir síðan yfir í notendæmisjón í næstu viku, það tengist HTTP, við erum með form og svo Postgres sem er gagnmengunars uppflutning sem ég ætla að taka líka í lokin í dag. Síðan er skilaverkefni 1 eru núna á 5. á morgun á miðnætti. Ef að þið eruð í ykkur vandræðum þá var dæmitími áðan sem að þið vonandi mættið í þá, en það er líka dæmitími á morgun hjá honum Tómasi sem þið getið mætt í og fengið aðstoð, en annars getið líka spurt spurninga núna. Síðan í næstu viku eru skil á einstaklingsverkefninu, þessi fyrri skil, þar sem að þið hérna eru þá með svona plan og búin að velja ykkur verkefni, svona einhvern sens á hvað þið ætlaði að gera, hvort þið ætlaði að kynna og svona, og þetta er ekki mikil vinna sem þið leggja í þetta, en þú veist, hugsaðu um þetta og svo er ekki fyrir í lokin hérna sem er skilið. Já, þannig að við erum hérna og við erum með þetta hérna og þetta er þetta morgun og ég ætla núna að fara í þessar spurningar sem voru hérna. Við erum búin að tækla þetta svona, þetta er komið, við erum komið Slack ákínu, talaðum um það náðan og Mobile Viewport, GitHub Action og Build með Vite. Build með Vite byrjum að því að hérna það var þessi pæling að láta Vite vera að böndla upp þessu JavaScript okkar og gera, en það sem er svo erfitt með Vite að það vill helst ekki láta rugla í sér með það að það er bara eitt index.html skrá sem að leiðir að öllu og ætla að gera einhvern veginn öðruvísi búið þetta dýnamíst er bara svona config vesen, þannig að ég aflétti þeirri kröfu og búin að láta vita því og það er búið að uppfæra lýsinguna og mín sýnilausn er ekki með þetta, en þú veist, þetta er hægt en þetta er brast, þannig að ef þið eru stödd í því að vera að reyna að nota þetta ættið bara að hætta þig og hérna gera eins og þetta er í hérna í sýnilausninni frá því fyrra hérna, þá get ég séð svona hvernig þetta er hér
og að nota svona einhverja skriftur hérna sem eitthvað svona build clean sem eyðir þessari distmöppu hérna sem afritar yfir í distmöppuna og sem keyrir þetta generate skriftin okkar og býr til efnið í möppunni. Ég glemdi nú einni spurningu þannig sem var að git ignore á dist. Þannig ég ætla að segja að þetta sé komið, þið bara láta mig vita á eftir ef þið viljið nánari útskýringar á þessu. Þá hérna mobile viewport, já, það krafa það að þetta sé responsive, það bara vefir í dag ættu alltaf að vera responsive nema að sé einhver mjög specific krafa sem bara eitthvað, þetta verður alltaf bara sýnt á sjónvarpi og aldrei mobile af því að þetta mun aldrei vera aðgengilegt út af interneti eða eitthvað. En gefið að það séu ekkert svoleiðis og það engar ástæður fyrir því að það ætti ekki vera mobile hjá okkur þá erum við að gera það. Þannig að ég ætla að sýna ykkur núna bara sýnilistuna mína og ég ætla að stækka þetta aðeins hér og þá sjáum við hérna fyrst með dist, ef við byrjum að þeirri spurningu að þessi mappa hérna svona gráð út sem sama á hérna með node modules og það út af því að við erum með í hérna git ignore mappunni og þá erum við með hérna node modules, við erum með dist. Þetta er git ignore mappan skráin sem var búin til með vít þegar ég startaði því verkefni og svo bakkaði ég út úr því og út af því að þetta svona þá þessi mappa ekki hérna. Ef ég var hins vegar búin að commita dist-möppunni áður en ég setti að hún þyrfti að vera git ignoreð og þá þarf ég að fara að segja hérna git rm dist og það þýðir git remove dist sem fjarlægir þá dist-möppuna úr git og lætur git hætta trakkana. Þannig ættu þau í raun að geta komist auðvitað þá fáið þið breytingar sem að segja hérna ok, ég var að trakka dist-möppuna og alla skrátunum í henni, nú ég hætt að því, þá þetta deleted úr git og svo ef þið addi síðan eftir það þá ætti hún að verða gráð út hér og hætt að sjást síðan inn á GitHub þegar þið búin að pússa á GitHub. Ok, þannig að þetta dist málið, en þá sjáum við líka hérna inn í því að það einhverjar skrár hérna sem ég að búa til og ef ég bara geri rmrf dist sem því ég bara remove, recursive, force og dist á möppuna mína bara locally hérna og þá fer hún út og núna reyndar eitthvað git hérna, já, eitthvað breytingar á readme sem ég átti eftir að commita en ef ég núna keyri þá þessa build skriftu sem ég er með hérna sem mín hér og þið getið bara þá hún þannig að hún keyrir þetta run serialize eða run, hvað heitir pakkin, hann heitir run all, þetta þýðir run í sequence sem þýðir keyrðu allar build skriftunar í röðinni sem koma hérna eftir þannig að þá byrjar hún að keyra þetta rimraf sem pakki sem að rimraf bara það sem fólk kallar rm, rimraf eitthvað, þetta eitthvað einhver internetkultúr sem þýðir að hún fjarlægir dist-möppuna eins og ég var að gera hún keyrir síðan generate skrána hérna sem í raun bara útfærslan mín á öllu þessu sem við vorum að byrja á og ég er bara búin að kommenta og gera eitthvað voða fínt hérna sem þið getið síðan skoðað í sýnlustinni nánar þegar þið eru búin þess að byrja saman með þessi þið gerðið og afrita síðan með þessu copy pakkanum sem hérna þetta copy clip úr public yfir í dist og fletur hana út þannig ef það væri einhverjar möppur inn í þessu hérna þá myndum taka allt möppun og setja allt inn í þetta þarf þannig sé ekki, ég man ekki einu sinni af hverju ég var með en ég copy-pastaði þetta bara úr sýnlustinu frá því fyrra kemur spurning hérna, já, poppar mér svo fínt niður en ég kíki bara þetta og svara það spurninguna eftir síðan ég með lint hérna og svo ég með test hérna það tengt sem GitHub Actions sem við skoðum eftir en núna ætla ég bara að byrja því að keyra þess að npm run build hjá mér sem keyri þá sjáum við hérna reyndar keyrði í vitlausri röð nei, hérna build clean, build generate og copy public ok, þá sjáum við hérna að þegar hún keyrir generate skrána mína að þá ég að nota console log eða console info með console eitthvað til þess að segja hvað að gerast þannig hún segir hérna það eitthvað directorinn ekki til það getur nú verið að það mætti eitthvað laga það þá ég að byrja hérna þá ég með main hérna sem keyrir þá main þá fyrir hér og þá við hérna starting to generate
Þá reynir hún hérna að búa til distmöppuna út af því hún ekki til. Þannig að það hérna, þetta kemur úr einhverju inn í þessu hérna falli hjá mér. Creates a directory if it doesn't exist. Þannig að hún var til hérna. Sækir síðan allar skrárnar, byrjar á því að sækja úr index út frá því allar hinar skrárnar og segir hérna reading and passing index file. Þá segir hún hérna ok, validation, útfærsla mín, skrifar út í console invalid item at index 4 sem þessi ógilda færsla. Þannig að við skoðum hana hérna og þá það þessi hérna. Þannig að þá ef ég væri núna hefði skoðað þennan logg og væri að segja hérna, það eitthvað bilað, það ekki koma rétt á spurningar og eitthvað svona, þá myndi ég geta sagt ok, index 4, 0, 1, 2, 3, 4, ok, hér eru villur í gögnunum. Þetta statískt, þannig að við erum svolítið að, þetta ekki alveg eitthvað eins og í raunveruleikanum, en þetta svolítið ekkert langt frá því hvernig þetta í raunveruleikanum. Og þá segjum hérna bara eitthvað, sleppir þessu. Þannig túlkaði ég þetta. Ég bý ekki til eitthvað svona ógilda færslu á framöndanum, ég bara sleppi þessu og held áfram. Síðan heldur hann áfram, næsta skref er að fara ekki hver einstu skrá, hérna kemur eitthvað invalid JSON sem ekki til og þá segir hún aftur hérna unable to read file, þá kemur villan frá stýrikerfinu þegar við köllum í hérna í FS pakkan að lesa og svo hérna fæ ég bara þetta skráin sem var ógild. Þannig aftur ef ég væri núna að fara að koma að þessu og væri að fara að debugga þetta, þá get ég séð hérna, ok, það er hérna einhver ógild skrá, hún biluð. Eða þegar ég var að vinna þetta. Hjálpa mér með því að skrifa út hvað að. Og svo bara heldur þetta áfram, keyri hérna og skrifa síðan hérna eitthvað. Hún skrifar ekki út nákvæmlega í hérna ef það er eitthvað sem er bilað í gögnunum hérna, en það sem allavega gerðist í þessari vörpun var að þessi hérna, HTML svona, er varpað yfir í HTML skrá hér. Þá sjáum við hérna, það var þetta einn spurning sem kom, ég man ekki á hvaða vettvangi, já, hvort það einhver spurði mig einhvern tímann, hvað er að gera hérna ef það er HTML í þessu? Þá förum við hér, þá var til hérna þetta HTML mitt núna, þannig að við höfum þetta hérna hlið við hlið, þá getum við skoðað hvernig það er. Þá getum við séð hérna, þetta svar hér kemur, ég stokka svörunum, þannig að það kemur í vitlausri röð, en hérna kemur í raun button, þetta hérna, og þá er ég búinn að taka þetta og breyta þessu yfir í HTML entityið fyrir minninmerkið, fyrir stærðmerkið og fyrir ampersand ef það kæmi fram í svarinu. Þannig að þá birtist þetta sem rétt HTML. Þetta geri ég í flæðinu mínu á einhver stað hérna sem er bara þegar ég bý til HTML-ið. Þá er ég með eitthvað hérna sem býr til eitthvað template sem er í raun allt sem fer hérna utanum. Svo erum við þetta main hérna utanum. Svo erum við þetta hér og hérna geri ég svona eitthvað skipti úr JSON fyrir HTML til þess að búið til þetta strengi segi ég fyrir hlækina. Og svo erum við eitthvað hérna sem segir replace HTML entities og þar er þetta skipt út ampersandinu, minna en og stærra en. Og svo erum við enn stærra hérna sem tekur inn einhvern heilan streng. Þegar ef við skoðum aðra spurningar hérna, þá er í einhverjum tilfellum það er þessu hérna, og þá erum við með hérna new line. Þannig að þá er ég að segja, ok, ef það kemur svona mörg new line, fyrir aftur hérna og skoðum þetta, og þá ætla ég að segja 2 new line túlka ég sem paragraf utan að línuna. Þannig að ég splitta á þessu hér, þegar ég tek bara strenginn, allstaðar þar sem þetta er, þá tek ég hann og strengurinn fyrir og strengurinn eftir verður síðan mappaður yfir í að vera með P utanum. Þannig að við horfum á þetta hérna og við horfum á þetta hérna og þá sjáum við að hérna fyrir eftirfarandi HTML þá er hérna P utanum og P hérna. Svo kemur hérna P og svo kemur break hérna því að það eru 3 new line og þá er ég að túlka þriðja new lineið sem break. Sem er það eins og ég eitthvað shift enter í ritningslið forriti, ég fæ svona explicit line break
sem samt ekki sem sagt, ný málsgrein. Þetta var ekkert talað um að þið þurftu að gera þetta nákvæmlega. Þið þurftu bara að birta gögnin og ef þið birtu þau og þau eru ekkert, þú veist, að skilja svona, þetta er að fara eins langt og ég til þess að geta haft þetta svona alveg eins og ég myndi vera sáttur við þetta. Eh, en þá er ég sérst komið með þetta og þá ef við skoðum í raun hvernig ég sérst þetta þá er ég með annað sem er def sem keyrir bara serve static á dist. Þannig þá er ég bara að segja ég ætla að fá static server á dist möppuna. Ok, þannig þá ætla ég að opna nýtt terminal af því að ef ég vildi gera eitthvað meira og þá getur ég verið með gert npm def og þá fæ ég þá fæ ég hér í raun einhverja forsíða mín er með yfir á HTML, þá er ég með spurningarnar og þá sjáum við þú veist, þetta birtist en ég get lesið HTML eins og ætlast til í spurningunni upphaflega en ekki ætlast til í verkanalýsingunni frá mér og sama hér fæ ég að þú veist, það er eins og ef þið hafa að díla við þetta þú veist, eru 2 bil hér en ef þið munið hvernig HTML haga sér þá eru öll whitespace gildi eru kollapsu niður í bara 1 þannig að þarf að vera þetta svona no break space tvisvar sinnum þannig einhverstað erum við þannig að hér eru að segja að þetta er til þess að fá 2 bil þá getum við notað þetta við getum skoðað þetta nánar í sýnlausninni hvernig þetta er og síðan nýtt þetta áfram þegar við munum halda áfram með þetta í verkefni 2 svo getum við svarað og þá sé ég og þá er ég með einhvern framenda JavaScript kóða sem keyrir eingöngu fyrir þetta í framendana og er þá í raun aðgengilegur og er settur yfir í þetta main.js skrá segi og síðan með responsive þá er ég bara að gera þetta einfalt þannig séð að þú veist þetta er í eðlisinu responsive þetta er ekki að gera eitthvað svona voðalega glóríu sem þýða að ég þurfa að vera að gera þetta þú veist ég bara leyfi þess að fylla út í það pláss og svo setja ég eitthvað max við það á þetta þá er þetta bara responsive út úr bóksinu alveg niður í eitthvað og ég get farið og ég get svarað og þetta er fínt mætti vera betra en alveg nógu gott þetta er bara ég sé ekki með eitthvað sem bara kengbrotnar við það að reyna bara að skoða þetta í mobile það er þetta sé að minnsta kosti svona baseline responsive ok sko ef ég er með síman við hliðina á mér en ég vil bara ekki vera að setja upp chatti svona upp á milli þið getið sett inn á rásina þar líka spurningar ef ég vil spyrja mig í núinu annars mun ég bara rappa þessu upp öllu eftir en ok þannig að lokum þessu og förum aftur hingað og lokum þessu og þá ef við hoppum yfir í hitt sem við vorum að trakka þetta þannig að við komum þetta og við erum komið þetta og þá er GitHub Actions GitHub Actions tengir sig inn í það að við erum með einhver svona skilgreind verkefni eða svona einhver tól sem við viljum keyra þannig við viljum keyra lit ég get gert npm run lit og það keyrir bara ESLint á source möppuna segir mér bara eitthvað ok, það er engar villur í því en ef ég verður til dæmis með eitthvað const foo jafnt og 1 þá fæ ég þetta er svona og svo keyri ég lit og eitthvað er í óleið af því að þetta er ekki að hafa verið þessu þetta er flaggað ok, það er eitthvað að þessu ég þarf að laga þetta grunlega það er eitthvað þetta virkaði sverða eins og hún átti að kvarta yfir unused ok, ég hef eitthvað bilað þessu í því þegar sem ég var að klára að setja upp en pælingin með þessu er að þegar við erum búin að setja upp og þetta virkar rétt að þá á þetta bara að malla og þetta bara láta okkur vita ef eitthvað er í ólagi og við höfum bara svona set it and forget it þangað til eitthvað kemur upp og við viljum síðan fá að vita að þetta sé í lagi þegar við committum þannig ef ég fer núna yfir í sýnilausna þetta er nú frá því fyrra en
skoðum hérna sem er bara private en þá, við verðum public núna þegar skil renn út þessum daginn, að þá fáum við hérna grænt checkmark. Ef ég kíkja á það, þá er svo all checks have passed og ég þetta details hér, þá fer ég hérna undir GitHub Actions og þá er ég með hérna, ok, lintið keyrði, testin keyrðu og það er allt eins og það á að vera. Ef ég hefði ekki einhverja villu, þá myndi koma villa hér. Þannig að segja eins og svo, þetta er svolítið ýkt dæmi þegar við erum náttúrulega bara að gera þetta ein og við erum að gera þetta, þú veist, í einrúmi og við erum bara ein í þessu. En ef þegar þið séum komin í hópverkefni 1 og þið viljið fara að gera pull requestur og vinna þetta saman, þá vil ég helst ekki vera eða tíman ykkur í það að segja hérna, það eru 3 bil, þú ættir að vera með 2 bil. Það er tab og svo bil, þú ættir eiginlega bara að normalisera þetta eða láta linterinn grípa þetta, þannig að þetta væri ekki þetta mál. Þannig að sama hérna ef að, þú veist, það verður eitthvað svona að ég er reyndar með, þannig að þú veist að það seifast, en ef ég myndi gera hérna save without format, seifa þetta svona og svo myndi koma einhver code review og það er bara eitthvað, heyrðu, nei, hérna sko, þú ert að laga þetta hérna. Við nennum ekkert að vera að spá í þessu, við viljum vera að spá í því sem að gerir forritið betra, hugsa þú veist, flæðið, hugsa lesanleika, hugsa að þetta sé, þú veist, solid forrit, ekki að það sé eitthvað rétt bil og eitthvað svona. Nú ætla ég að prófa þetta aftur og þetta er eitthvað jólagi hjá mér. Þetta er hérna síðan að ESLint 9 kom út, við erum ekki ennþá búin að uppfæra þetta í vinnu, þannig að ég er ekki alveg búin að fá það í beinin, af því að við breyttum svo miklu í því. En við erum með testin. Ja, nú er ég búin að segja þá að hérna, ég er til dæmis með parse kóðan minn hérna og hann er með eitthvað hérna sem að tekur eitthvað question kategóriu sem er eitthvað unknown data sem er bara þetta, þú veist, bara þessi strengur úr JSON-inu sem að representar í raun þetta hérna allt, bara allan flokkinn og bara er þetta í lagi eða ekki. Þannig að þá passar þetta með því að segja bara hérna JSON parse, við fórum eitthvað JSON, ef að það klikkar þá erum við hérna með try-catch utan með það eins og við tölum með þessum fyrir 2 vikum og svo fyrir við að athuga hérna, ok, er þetta örugglega object og þetta er ekki null, af því að null er object í áskrift, er title í þessu og er title strengur, þannig að þá erum við að passa på að þetta hérna sé í lagi, ok, er svo questions í þessu, ok, eru questions eiga þá að vera parsaðar question kategóriur sem er þá að spyrja, ok, fyrir þetta hér er hver og einasta færsla hérna í lagi. Þá fyrir við inn í hana og hún er hérna, ok, er þetta fylki? Ef ekki, þá er ég að túlka það að þá er þetta ólöglegt en ég skila samt tómafylkinu. Þannig að þá myndi ég geta fengið sko gögn sem væri með tóman kategóri, en ég er ekkert að díla við það, þannig að þetta er bara svona, fór ekki tala um. Síðan fyrir ég að athuga fyrir hverja einustu færslu, þá veit ég að þetta er array og þá veit ég hérna, út af því að ég er búin að gera þetta hér á questions, er það núna array of any, það reyndar ætti að vera array of unknown, en ok, nei, hérna, þá fyrir ég gegnum þetta, þá spyr ég fyrir hverja færslu í fylkinu, er þetta í lagi, og ef það kemst í gegnum öll testi mín, þá returna ég hér, eitthvað sem er question, sem er þá question text, og answers, sem er þá parsað answer fylki, og ég er að gera þetta inn í map-falli, sem þýðir þá að parsed questions verður fylki á objectum, sem er með question, og með answers, sem er fylki af svörum sem er svona. Þannig að þetta er búin að taka eitthvað sem er óþekkt, að því leyti að það er bara eitthvað JSON sem getur verið hvernig sem er, og ég er búin að fara með það í gegnum eða svona parsfall, sem bara passar þetta yfir í réttan struktúr og skilar honum. Þannig að núna er ég að gera þetta sem að parse not validated, sem ég setti sem aukaefni fyrir seinustu viku, sem er fyrir ykkur sem hafa verið að vinna til missi Haskell eða í Rust eða eitthvað skoða, það er svona þessi type first forritun uppsetning, mjög áhugaverð leið til að gera þetta svona. Allavega, en núna er ég búin að skrifa hérna og er með eitthvað 174 línur á kóða, en hvernig veit ég þetta virki? Ég bjó til test sem að passa upp á það að þetta sé rétt og þá get ég keyrt hérna npm test,
þá keyrir hún testi mín og hún segir hérna, ok, parse index file item, það hérna parse index, it should fail on non-object input. Þá ég með eitthvað data hérna sem ekki object, ég reyna að parsa, hann á að verða null. Þannig ég búinn að staðfesta það hér með testi. Og svo held ég bara áfram og skrifa fullt af testum og testin eru næstu jafn langt og forritskóðin sem við erum að prófa, ég er alveg verið búinn. En ég get alveg verið með þetta hérna og svo get ég verið með npm test run test watch. Þá get ég verið með testin mín í gangi á meðan ég er að skrifa og þá svona er ég þegar ég forrita. Þá setjum hlutin upp svona. Ég er með kóða minn, ég ætla að minnka þetta hérna aðeins. Ég er með kóða sem ég er að skrifa, yfirleitt til vinstri. Ég er með testin sem ég er að skrifa fyrir kóðan til hægri, í miðjunni og svo er ég með niðurstöðunum þegar ég keyra testin hérna. Þannig ef ég færi núna og ég gerði eitthvað hérna og ég væri að gera eitthvað glóriur, ég væri að refactor eitthvað og ég myndi segja hérna eitthvað svona. En núna feilar eitt test, þegar ég gerir breytingu á kóða og þá er ég með test sem grípur það að þetta hérna, þetta case sem þetta var hérna. Þannig nú er ég alltaf komið hérna, should parse a valid question category with extra data. Nú er það ekki lengur virt, þegar ég gerir villu hér og þá veit ég að ég gerir villu og þannig að testi mín er að passa upp á það að kóðin minn sé réttur. Þannig að þið munið hvernig ég var að gera þetta í fyrstu tveimur fyrirlestunum þar sem ég var að keyra þetta keyra fallið, fara hingað, keyra, þú veist eitthvað, node, generate og alltaf, ok, er þetta í lagi, svo fór ég að skera ykkur breytingar, svo fór ég hingað, er þetta í lagi, að ég get komist hjá því með því að búa bara til test fyrir hvert einstöku sem ég er að sjá, er þetta í lagi, spurningin, að ég svara þeim bara hérna með testum. Ef þetta er ekki object sem ég er að senda inn, þá er ég að fá null. Er það í lagi? Cool. Skrifa test fyrir það og núna alltaf þegar ég keyri testin, ef ég gerði eitthvað sem lætur það ekki vera satt, þá fæ ég bara villu í hausinn. Hérna. En ef ég myndi núna gera svona og ég myndi fara hérna og ég myndi segja git checkout -b feed eitthvað nýtt, þannig að núna er ég búið til nýtt brans, þetta er svona feature brans og það heitir eitthvað nýtt, ég vil segja git add punktur, ég vil segja git commit message feed eitthvað flott og nýtt og svo ætla ég að gera git push og þá ætla ég að tracka við origin, gerum það hérna, svona, þannig að þá er ég að láta eitthvað nýtt, bransið mitt, tracka við origin eitthvað nýtt, þá fæ ég hérna frá GitHub, hei, vil ekki búið til pull-requestu fyrir þetta? Þá fæ ég hérna, þá er það svona, eitthvað geggjað og ég býti þessu pull-requestu og þá kemur ég hérna og þá núna fer GitHub og núna GitHub er að keyra það sem ég er búinn að skilgreina og ég er búinn að skilgreina það að það er GitHub action hérna sem er skilgreint hérna í þessari möppu hérna og það segir á push á main eða pull requestu sem á að fara á main þá ætla ég að keyra þetta job sem heitir lint test hérna. Ég ætla ekki að fara yfir þú veist þetta er bara svona copy paste sem þið getur bara tekið. Ég ætla að setja upp node í útgáfu 22, ég ætla að gera npm install, svo ætla ég að gera npm run lint og ef að það skila mér exit kóða sem er ekki 0, það er að segja að það er einhver villa, þá mun það koma upp sem villa og ég ætla að gera það sama fyrir testi mín, nema ég ætla bara að passa på að það keyri alltaf. Ég ætla ekki að keyra linterinn og ef linterinn feilar þá ætla ég ekki að keyra testina því að þetta eru tveir ólíkir hlutir, ég ætla alltaf að keyra báða. Þá ætla ég að segja bara if always, þá keyri ég npm test, svo fyrir hingað. Ég gleymdi líklegast að vista eða eitthvað. Eða lagaði ég þetta? Já, ég lagaði þetta. Git add, git commit, búa til bug, svona, og git push. Þá sjáum við hérna að þetta keyrði, all checks have passed, og þá getur séð hérna, þetta verður lagi, en núna kem ég hérna, býti bug, og þá fæ ég hérna, nú keyri þetta, þá býðum við eftir að þetta keyri, og svo ef ég er ekki búinn að gera eitthvað vitlaust, þannig að þetta sé allt bilað, þegar ég gerði bara einu sinni og glemdi að checka það þegar ég var búinn að öllu, þá ætti ég núna að fá rautt X hér, sem segir þetta pull request er ekki í lagi. Það er að segja eitthvað af sjálfvirku prófunum er ekki að keyra
og þá ætti ég að laga það áður en ég fer að segja hérna, heyrðu, viltu ekki code review þetta fyrir mig? Þá fer ég hérna og ég sé hér og þá sé ég bara hérna, hér er villan og ég sé hvar það feilaði og ég get rakið mig og laga testið eða bara keyrt testið locally til þess að geta þess lagað og haft þetta í lagi áður en þetta fer síðan inn á main. Og ef ég fer þá hérna, þá sé ég það líka hér að það er X hérna við þetta, þannig ég veit að það er eitthvað að þessari pull-requestu áður en ég fer á stað með hana í eitthvað annað. Það eru engar spurningar á hérna Slack, þannig að ég ætla að taka pásu núna og hætta að taka upp og tjekka upptökuna og rifja upp það að ég get talað alveg jafn mikið þó ég sé í herbergi með lokað og líður eins og ég sé að tala við sjálfan mig þegar ég er bara eitthvað smá. Já, það er bara gaman. Þannig ég ætla að hætta að taka upp núna